Það blasir við að mál fráfarandi ríkissaksóknara hafði áhrif á starfsemi embættisins, segir dómsmálaráðherra. Starfslokinn kosta 200 milljónir. Varnarmálaráðherra Ísraels segir erkiklerkinn í Íran ekki eiga að lifa lengur. Tugir særðust þegar sjúkrahús var sprengt í Ísrael skömmu eftir að Ísraelsmenn höfðu ráðist á kjarnorkuver í Íran. Grunur lögreglu að menn í skipulagðri brotastarfsemi stunduðu fíkniefnaframleiðslu á nokkrum stöðum á landinu reyndist á rökum reistur. Það kom í ljós í húsleitum í gær. Ferjan Norræna kom til Seyðisfjarðar í morgun með stórt hræ af hnúfubak fast á stefnunni. Skipið sigldi á hvalinn á leið sinni frá Færeyjum og tók æðistund að ná því af og binda við bryggju. Kvenréttindadeginum fagnað víða land í dag. Konur segja enn mikið verk fyrir höndum. Og náttúrulega bara bakslag því miður í heiminum sem við þurfum að svara. Komiði sæl. Kostnaður við starfslok fráfarandi vararíkissaksóknara áætlaður 200 milljónir. Dómsmálaráðherra segir forvera sinn hafa flækt málið en það hafi verið leyst farsællega. Í fyrrasumar óskaði Sigríður J. Friðjónsdóttir ríkissaksóknari eftir að Helgi Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknari yrði leystur frá störfum vegna ummæla hans innflytjendur. Þáverandi dómsmálaráðherra Guðrún Hafsteinsdóttir taldi ekki tilefni til þess. Í vor bauð núverandi dómsmálaráðherra honum flutningi í embætti aðstoðarríkislögreglustjóra sem hann þáði ekki. Baðst lausna frá embætti og fer því á eftirlaun 9 árum fyrir en venjan embættismenn. Dómsmálaráðherra segir málið ekki hafa hjálpað til við að auka trú almennings á dómskerfinu. Og ég á von á því að nú sé markmiðinu loksins náð það að ákæruvaldið geti farið að beina athyglin sínu að sínu mikilvægu verkefnum en ekki þessu erfiða máli. Hafði þetta áhrif á starfsemi embættisins? Ég held að það blasi nú við öllum að það gerði það. Guðrún Hafsteinsdóttir skrifar á Facebook að það sé rangt að dómsmálaráðherra hafi verið bundin af ákvörðun hennar, þar að segja Guðrúnar. Hefur þú ekki getað tekið aðra ákvörðun? Ég var auðvitað bundin að því hvað farvegi málið var þegar ég tók við því frá henni. Fyrrverandi dómsmálaráðherra skrifa líka starfslok Helga kosti ríkissjóð 350 milljónir króna. Þetta röng tala og þetta ein af allnokkrum rangfærslum í máli formanns Sjálfstæðisflokksins. Það að ræða það að hann fer á eftirlaun. Hver rétta talan? Ég get ekki nefnt hana nákvæmlega. Samkvæmt heimildu fréttastofu verða eftirlaun Helga Magnúsar hátt í 1,7 milljón á mánuði og því geti heildarkostnaðan yfir þetta rúmlega 9 ára tímabil verið 200 milljónir króna. Flækti forverðin í ráðherrastóli Guðrún Hafsteinsdóttir málið? Ég held að heiðalegt svar við því sé já. En á hvaða forsendu var Helga Magnúsi boðin staða aðstoðar ríkislögreglustjóra? Þetta staða sem ekki hefur verið skipað í 15 ár. Honum var boðin þessi staða, flutningur, með vísan til þess að hann hefur yfir mikilli reynslu að ráða. En nú virðist ekki vera sérlega mikið þörfað ykkur skipið embætti vegna þess að þá ekki auðlýsa það verið engin ráðan í það. Ég taldi þörf á því að hann geti gengt þessu embætti. En er þetta góð meðferð á almannafé að reyna að koma manni fyrir í bara eitthvað embætti? Staðan auðvitað svo að maðurinn æviskipaður og hefði verið á launum sem slíkur út sinn skipun á tíma og í því ljósi hefur kannski verið ágætt að geta nýtt starfskraftana. En verður nýr vararíkissaksóknari skipaður? Það þetta næsta álitaefni að skoða það, en ég bara mjög ánægð með það að málið sé til lykta leitt. Helgi Magnús Gunnarsson svaraði ekki viðtalsbeinum fréttastofu. Ayatollah Ali Khamenei, erkiklerkur í Íran, ætti ekki að fá að lifa lengur, segir varnarmálaráðherra Ísraels. Átökin milli þjóðanna harðna enn og í morgun skutu Íranar flugskeytum og sjúkrahúsi í Ísrael. Ísraelsmenn gerðu í morgun árás á ofni í kjarnorkuveri í Íran en hann framleiðir þungt vatn sem nýtist til að kæla kjarnaofna. Ofnin var ekki virkur þegar árásin var gerð. Ríkissjónvarp Írans greindi frá árásinni. حوالی ساعت 6 صبح شاهد تجاوز آشکار رژیم کودککش به این محدوده بودیم. Þá var fréttamönnum hleypt inn í ríkissjónvarpið í Íran til að sýna skemmdirnar eftir loftárás í beinni útsendingu í vikunni. Alls var 4 sprengjum varpað á bygginguna. Íranar gerðu líka árásir á Ísrael. Ein af flaugum þeirra hæfði Soroka sjúkrahúsið í borginni Beersheba skammt frá Tel Aviv.
Yfir 70 særðust og flytja þurfti sjúklinga á annað sjúkrahús. This building was empty at the time, most of it, simply because we evacuated it to be safer. It's a big missile, as you know. Iranians are shooting at us rockets, big rockets, and you can see the damage everywhere. Íranar segja sprengjurnar hafa verið ætlaðar hernaðarmannvirki nærri sjúkrahúsinu. Sprengjum var varpað á fleiri borgir, bæði á íbúðabyggingar og fyrirtæki og yfir 240 særðust í öllum árásunum. Í einni borginni, Holon, hótaði varnarmálaráðherra Ísraels Ayatollah Ali Khamenei erkiklerk í Íran. Enn beðið eftir hvort Donald Trump Bandaríkjaforseti ákveði að blanda sér í átökin. Hann hefur aðeins sagt að eitthvað stórt gerist næstu vikuna. Fyrrverandi framkvæmdastjóri NATO segir ákvörðun hans geta breytt miklu. It would appear at the moment that he's involved in a deadly game of brinkmanship, using the same skills that he had as a property developer. Húsleitir lögreglu á nokkrum stöðum á landinu í gær leituðu í ljós fíkniefnaframleiðslum. Lögreglan hefur í marga mánuði haft grun að menn í skipulagðri brotastarfsemi framleiddu fíkniefni víða land. 40 lögreglumenn og sérfræðingar frá lögreglunni á Vesturlandi, höfuðborgarsvæðinu, sérsveit ríkislögreglustjóra undir forystu lögreglunnar á Norðurlandi eystra tóku þátt í aðgerðum. Raufarhafnabúum brá í brún í gærmorgun þegar lögreglumenn á nokkrum lögreglu og sendibílum ruddust inn í rautt hús við aðalbraut í bænum. Þar hefur búið einn karlmaður að undanförnu sem látið hefur lítið fyrir sér fara. Aðgerðir beinast að því að við höfum grun að aðilar í skipulagðri brotastarfsemi hafi verið að koma sér upp fíkniefna framleiðslu á nokkrum stöðum á landinu. Þetta byrjaði með grun slíka framleiðslu hér norðanlands og síðan bara, má segja, rúllaði þessi snjóbolti og fengum meiri upplýsingar fleiri staði. Að fengnum húsleitar úrskurðum héraðsdóms Norðurlands eystra var látið til skara skríða samtímis. Og leita þar, samkvæmt þeim úrskurðum, og handtaka sakborninga. Með því fengum við staðfestan þennan grun okkar að það væri fíkniefna framleiðsla á nokkrum stöðum á landinu. Húsleitir voru gerðar á fleiri en einum stað á Norðurlandi eystra, lögreglan á Vesturlandi gerðu húsleiti í Borgarnesi og hann tók fleiri en einn. Ekki vita hvort og þó hversu margar húsleitir voru gerðar á höfuðborgarsvæðinu. Hversu lengi hafa þessar rannsóknir staðið? Það svona það sem af ári. Erum við búin að vera að vinna að þessum upplýsingum og lagt meiri þunga í það svona núna undanfarnar vikur og mánuði. Skarphéðinn vill ekki gefa upp hve mörg voru handtekin, hverjar þjóðar þau voru eða hve farið var fram á gæsluvarðhaldi yfir mörgum. Ekki heldur gefið upp hvers konar fíkniefni og framleiðslutæki lagt var hald á. Rannsóknin býsna umfangsmikil, segir Skarphéðinn, og frumstigi. Óformleg samtöl hafin milli formanna flokka á Alþingi afgreiðslu mála þótt ekkert samkomulag sé enn í höfn. Forseti Alþingis gerir ráð fyrir þingfundum út næstu vikum og bjartsýn á að skynsamleg niðurstaða náist frestun funda. Fundur settur á Alþingi. Annarri umræðum veiðigjaldsfrumvarp ríkisstjórnarinnar var framhaldið eftir hádegi í dag. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins í atvinnuveganefnd hafa skilað nefndarálitum og vilja að frumvarpinu verði vísað frá. Áheyrnarfulltrúi Framsóknar í nefndinni styður það. Veiðigjaldið eitt stærsta málið sem ríkisstjórnin vill klára núna. Þessi umræða, hún orðin svo dellukennd. Það ekki einu svona markaður fyrir þessu, það ekki einu svona salur fyrir þessu út í samfélaginu, enda það alveg ljóst að stór meirihluti þjóðarinnar styður þessa aðgerð. Hér getur háttvirtur þingmaður komið með alls konar fabúleiningar í pontu og haldið ykkur fram. Það verður bara að vera eitthvað á bakvið það. Það ekki nóg að koma hér og vera í ykkur hlutverki og halda bara ykkur fram í ykkur rugli. Ræðutími allra þingmanna og ráðherra afar rúmur við aðra umræðu lagafrumvarpa. Hún getur því staðið mjög lengi áður en farið að tala málþóf. Eins og kunnugt þá tók ég starfsáætlun eða felldi starfsáætlun úr gildi fyrir nokkur síðan. Við munum funda í næstu viku og reyna að klára eins margt og við getum, en allt stendur þetta og fellur með því að það verði komist að samkomulagi. Það samkomulag ekki í höfn og í raun næstað ekki fyrir með samtölum formanna, þingflokksformanna og forseta.
Já, ég funda reglulega með þingflokksformannum, svo eru samtöl hafin á milli formanna flokkana, þannig að það eru þreifingar í gangi en það er ekki komin nein niðurstaða. Hversu bjartsýn ertu á því að þið náið samkomulagi afgreiðslu mála? Ég er frekar bjartsýn á það. Ég held að á endanum að þá verði fundin skynsamleg niðurstaða sem er Alþingi til sóma. Það er verkefnið, við vitum það öll og við þurfum að ljúka þessu saman. Hver heldur að sé tímaramminn framundan? Eins og þá horfi ég nú bara nokkra daga fram í tíman en mér þykir mjög líklegt að það verði þing út næstu viku. Og þessu tengt því sannkölluðum hitafundi lauk fyrir skömmu í Edinborgarhúsinu á Ísafirði þar sem forsætisráðherra satt fyrir svörum. Nú Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður er þar. Já, umræðum veiðigjaldi var fyrirferðarmikil á þessum fundi, ekki satt? Jú, umræðum veiðigjaldi var það sem bar hæst. Fólki lá mikið á hjarta og þau kröfðu forsætisráðherra svara útreikningar sem lægju að baki hækkuninni og mögulegra áhrifa á samfélagið. Þar fyrir utan veltuðu fyrir sér samlegðar áhrifum með aðrar boðaðar breytingar svo sem skemmtiferðaskipagjald og fiskeldisgjald og fleira. En Kristrún Frostadóttir benti á að mikil vinna hafi verið lögð í gerð veiðigjaldsfrumvarpsins og til viðbótar hafi verið gerðar breytingatillögur sem komi minni og meðalstórum fyrirtækjum í sjávarútvegi vel. Við náðum viðtali við forsætisráðherra eftir fundinn rétt áður en hún fór í flug suður. Fyrirtæki hér manneskja í rekstri sem að þegar erfitt vegna samgangna og snjóflóðahættu annars sem er hérna fyrir vestan og er núna í ofanálag hrætt starfi sitt í fiskvinnslu. Hvernig svarar þú þessum 8? Ég held að það liggi alveg fyrir að það mun reyna okkur á þessu kjörtímabili að sýna að við erum traustsins verð þegar kemur að nýtingu fjármagns. Við höfum talað að setja til að mynda strax á þessu ári 3 milljarða viðbótar í vegakerfið okkar, 7 milljarða á næsta ári og þessi viðbót að koma hérna reglulegin. Við erum að fara í innviðafélag til þess að tryggja það að við sjáum framkvæmdir þegar kemur að jarðgöngum og fleira. Þannig að við þurfum auðvitað bara að sýna það að við munum standa undir þeim innviðum og þeirri þjónustu, opinberri þjónustu sem að mun styrkja samfélögin og þetta þurfi ekki að vera eina viðmið þar að segja hversu há veiðigjöld samfélögin er að greiða. Og hjá mér er einn fundargesta, Óðinn Gestsson, sem er framkvæmdastjóri Íslandssögu útgerð á Suðureyri. Segðu mér Óðinn, hvernig fannst þér orð forsætisráðherra á fundinum? Ég veit ekki hvernig á að túlka þau. Allavega er hún mjög staðföst í sinni skoðun og maður auðvitað vonast til þess að þegar svona fundur það sem er sterkt, það er mikið af fólki á fundinum og það er svona sterkur andi og það er svona eins og allir standi á bakvið þetta samfélagi hérna, að þá fannst mér og ég reyndar að vona að hún hafi hlustað á okkur og taki kannski tillit til þeirra sjónarmiða sem komu fram á fundinum. Og þið lögðu áherslu á það að það þyrfti að spyrja vandlega út í hvernig það væri gert að taka þennan auka fjármagn út úr samfélaginu hér? Já, það er auðvitað þannig að með þessari ráðstöfun, það er að segja samkvæmt nýjustu tölum frá atvinnuveganefnd, að þá er verið að taka hérna 500 milljónir út úr samfélaginu, voru áður 840 milljónir og fer upp í rúma 1300 milljónir sem við verðum að taka hér út úr samfélaginu. Og þetta er auðvitað mikið högg fyrir svona tiltölulega lítið samfélag og vandséð hvernig hægt að komast vel í gegnum það. Að minnsta kosti munu sum fyrirtæki fara ansi illa út úr því, þó einhver geti hugsanlega staðið af sér. Við munum að sjálfsögðu fylgjast áfram með framvindu veiðigjaldsmálsins á þingi en við kveðjum hérna frá Ísafirði. Takk fyrir það Greta Sigríður Einarsdóttir og við förum aftur suður. Hólavallakirkjugarður við Suðurgötu í Reykjavík var friðlýstur í morgun. Umsjónarmaður segir garðinn meðal merkustu kirkjugarða landsins. Friðlýsingin var tilkynnt við mikla viðhöfn í morgun. Hún byggir á tillögu frá Minjastofnun og tekur til garðsins og veggja umhverfis hann 3 hektara alls. Byrjað var að jarða í garðinum árið 1838 en núorðið aðeins grafið í frátekna staði eða duftker í eldri grafir. Umsjónarmaður segir garðinn meðal merkustu kirkjugarða landsins. Það má eiginlega segja að á þessu litla svæði bara sögu 19. aldar í Reykjavík pakka saman bara á einn stað. Hér eru helstu nöfnin, hér eru helstu draumar og stefnur í myndlist, það birtast hér. Sögur, gróðursetning byrjar í Reykjavík, hún byrjar eiginlega hér. Þannig að
Hér eiginlega upphafið á öllu og hér fyrsta gröfin í garðinum. Garðurinn var tilbúinn snemma sumar 1838 en það vildi enginn sín nánustu það að vera fyrstu grafin í garðinum vegna þess að það fylgir því að verða vökumaður eða vökukona og viðkomandi þarf að taka á móti öllum sem eru bornir til grafar í garðinum og leiða þá til ljóssins. Heimir segir við hæfi að garðurinn hafi verið friðlýstur á kvenréttindadeginum. Þar hvíli baráttukonan Bríet Bjarnhéðinsdóttir ásamt fleiri merkum persónum. Hér eru grafnir helstu gerendur á 19. og 20. öldinni. Jón Sigurðsson og Ingibjörg Einars eru grafin hér og biskupar og prestar og prelátar, ráðherrar og þingmenn og þingkonur og verkafólk. Hér allir saman. Þá sé þar að finna fágætar mosa og sveppategundir og fjölbreyttan blóma og trjágróður. Þetta náttúrulega upphafið að garðrækt í Reykjavík. Hér voru fyrstu trén plöntuð að því þetta var eini staðurinn sem var afgirtur og skepnur, kindur og kýr gátu ekki komið og naga. Þannig að hér byrjaði fólk að planta og hér erum við einn gamlan höfðingja Evrópulerki sem var væntanlega gróðursett 1907 eða 8. Heimir segir friðlýsinguna marka tímamót í sögu garðsins. Langri ferð sé nú lokið. Núna segja nú hefst vinna, nú földum við áfram. Ferjan Norræna sigldi á stærðarinnar hnúfubak á leið sinni til Seyðisfjarðar í morgun. Hræið satt fast á stefni skipsins og þurfti talsverðar tilfæringar til að ná því af. Ferjan Norræna kom frá Færeyjum í morgun og margir röðuðu sér á bryggjukantinn til að fylgjast með aðgerðum. Áhöfnin á Norrænu baksaði við að koma böndum á hræið og naut aðstóðar frá hafnarstarfsmönnum á Seyðisfirði. Þegar skipið var að koma inn þá vakti það athygli hvað braut mikið á því. Það var svona óvenjulega stór aldan fyrir framan á skipinu og þegar það seig nær aðeins þá tókum við eftir því að það var hvalur fastur á perunni, stefnunum. Hjólaskófla var pöntuð niður á höfn og reynt að toga í hræið með böndum en það bifaðist ekki og stroffa slitnaði. Það var ekki fyrr en mönnum hugkvæmdist að binda landfestakaðal úr ferjunni í hræið og hífa með landfestarspili sem eitthvað fór að gerast. Ég held að þetta sé hnúfubakur, það sýnist að þetta sé hnúfubakur. Hvort hann gamall eða ungur veit ég ekki, en ég allan að hallast að því að hljótunum hafa verið dauður þegar þeir segla á hann, því að þeir forðast skipin. Þannig að þeir halda að verið sjöleytið í morgun sem þeir keyrðu á hann. Svo notuðu við hjólavélina og léttabát bara til þess að koma upp að bryggju endanum og bundum að þar við polla bara. Svo erum við að bíða bara eftir svörum frá gæslunni og MAST hvað við eigum að gera. Hafrannsóknastofnun óskaði eftir sýni úr hvalnum til greiningar. Líklega þarf enn meiri tilfæringar við að farga hræinu. Oft eru hvalshræ dregin út á sjó til að forðast lyktarmengun og sprengt til að sökkva þeim og tryggja opnar siglingaleiðir. „110 ár eru síðan konur fengu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Því víða fagnað í dag 19. júní. Erla María Davíðsdóttir í Hljómskálagarðinum. Hvernig stemningin þar? Herði, það svakaleg stemning. Hér hófust stórtónleikar klukkan 7, svo kvöldur kvennavaka í tilefni dagsins. En það var ýmislegt í gangi í miðborginni í dag. Sanna Magdalena Mörtudóttir, forseti borgarstjórnar, lagði blómsveig að leiði Bríetar Bjarnhéðinsdóttur við hátíðlega athöfn í Hólavallagarði síðdegis. Þá hélt Kvenréttindafélag Íslands útgáfuhóf að Hallveigarstöðum í tilefni útgáfu tímaritsins 19. júní. Við tókum tali nokkrar kvenréttindakonur og spurðum þær hvaða merkingu þessi dagur hefur. Já, þessi dagur markar alltaf tímamót og alltaf ástæða til að minnast þess hversu langt við erum komin og það ekki ástæðulausu og það ekki gerst að sjálfu sér, það gerst fyrir baráttu kvenna. Tilefni til að halda þessum degi áfram á lofti? Já, það alltaf tilefni. Bakslægið svakalegt, réttindi eru svo fljót að hverfa ef við hugum ekki að þeim. Það mikið eftir. Við sjáum það ennþá launamisrétti og það ofbeldi gegn konum og ekki stýra nú konur fjármagnsmarkaðinum og það sem að valdi liggur, þannig að það mjög margt að gera og náttúrulega bara bakslag því miður í heiminum sem við þurfum að svara.
Og hjá mér Ragnheiður Davíðsdóttir, varaformaður Kvenréttindafélags Íslands og þú situr í stjórn Kvennaár sem standa að þessum viðburði. Þetta hefur væntanlega tekið eitthvað tíma eða ekki að koma þessu öllu á koppinn? Nei, þetta bara eitthvað sem við hendum í. Nei, ég segi svona. Jú, þetta er eitthvað sem að fjölmörg samtök bak við Kvennaár og við erum að stuðla jafnréttisbaráttu meðal annars með kröfum og líka með því að minnast tímamóta eins og í dag eru 110 ár síðan að konur yfir fertugt fengu kosningarétt og þess vegna ákváðum við að henda í kvennavöku. Og þið eru með einvala lið tónlistarmanna í kvöld og þetta eru allt konur. Já, mér finnst að þetta vera meira svoleiðis, okkur finnst það. Þetta eru allt stórkostlega tónlistarkonur og það er bara okkar heiður að fá þær og það er bara meira svona finnst mér sko. Og þið haldið áfram að syngja og tralla í kvöld, er það ekki? Jú, heldur betur, dansa, syngja, það eru búblur, það er matur, bara allir að koma og hafa gaman. Takk fyrir þetta, Ragnheiður, en já, eins og segir, það verða áfram í 2 tíma viðbót og enda með samsöng, en við kveðjum héðan úr Hljómskálagarðinum. Takk fyrir það, Erla María á Kvennavöku í Hljómskálagarðinum. Í kringum 500 manns kepptust að veiða sem flesta stóra og skrýtna fiska í árlegri dorgveiðikeppni Hafnarfjarðar á Flensborgarbryggju í dag. Alls veiddust 40 fiskar. Hæ sjómenniskar, hér erum við og björgarlandið erum við og það sem gerast skal gerum við og klárir erum við allt. Hvað eru að gera hérna í dag? Við erum að veiða. Og eru þið búin að veiða mikið? Ekki neitt. Ekki búin að veiða neitt. Hvað eru þið búin að veiða marga fiska? 4. Og hvað gerir þið við þá þegar þið eru búin að veiða? Sumir var bara sleppt úti og það var einn sem fór þarna upp. Og veitu þið hvernig fiskar þetta voru sem þið veitið? Nei, en allavega þeir voru smálangir. En hvað veitir þið marga fiska? Ég veiti 2 fiskar. En þú? 2. Og eru það vonast til þess að vinna keppnina? Já. Þú fékkst verðlaun fyrir að veiða flesta fiska, ekki sant? Já. Hvað veitir þið marga? 6. Og í Kastljósi kvöld þá verður rætt við formann BSRB í tilefni af kvenréttindadeginum í dag og þá verður fylgt umfjöllun garðræktanda í Kópavogi sem sýndi í vor hvernig á að búa garðinn fyrir sumarið og nú er allt komið í blóma. En þá er það veðrið. Bætir í úrkomu tíma í kvöld og í nótt en áfram hæglætisveður á morgun. Það er skýjað með köflum og lítilsháttar skúrir í flestum landshlutum. Hiti er á bilinu 8 til 13 stig víðast hvar en við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. 8 liða úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta lýkur í kvöld með 2 leikjum. IBVF og Valur áttust við í fyrri leiknum. 5-leikakonan Hildur Maja Guðmundsdóttir gerði það gott á heimsbikarmóti í Úsbekistan í dag. Og Landsréttur staðfesti í dag að KA þurfa að greiða Arnari Grétarsinni vangoldnar bónusgreiðslur. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma við blasir að mál fráfarandi ríkissaksóknara hafði áhrif á starfsemi embættisins, segir dómsmálaráðherra. Starfslokinn kostaði 200 milljónir. Varnarmálaráðherra Ísraels segir erkiklerkinn í Íran ekki eiga að lifa lengur. Tugir særðust þegar sjúkrahús var sprengt í Ísrael skömmu eftir að Ísraelsmenn höfðu ráðist á kjarnorkuver í Íran. Ferja Norræna kom til Seyðisfjarðar í morgun með stórt hræ hnúfubak fast á stefnunum. Skipið sigldi á hvalinn á leið sinni frá Færeyjum og tók æðislund að ná því af og binda við bryggju. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttatímar eru hjá okkur í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl á meðan. Á RÚV í kvöld. Þá erum við nú að nálgast áfangastað okkar. Þetta er ekki lengra? Nei, þetta er svona 10-15 mínútur. Ok. Frá Hvolsvelli. Steinsnar frá þjóðvegi. Fjallað náttúru, sögu og menningu á léttan hátt. Því stundum er óþarfi að leita langt yfir skammt til að finna áhugaverða staði. Þetta er áhrifaríkt að standa hérna í sporum sögunar. Einfalt að komast að þessu. Örn Árnason leikari er leiðsögumaður í þessum ferðum, enda hefur hann óbilandi áhuga á Íslandi. Ítalskar héraðskrásir,